Jæja, komið sæl. Gellir Mikaelsson kominn á mikrofóninn. Alvöru gæi. Við erum að tala um fjóraflokk kvenna, eldri, Grótta, IBVF. Ég með nokkra móla handekkur. Grótta er bikarmeistari. Vann IBVF í 8 úrslitum. 21-20. Grótta var í öðru sæti í deild, IBVF í 4. sæti. Grótta var í öðru sæti á innbyrðis viðureignum við IR sem var í 1. sæti í deild. Við með þetta rétt hérna. En allavega hana í 8 úrslitum vann Grótta HK 2 og Grótta vann svo HK 1 í undanúrslitum. IBVF vann Val í 8 úrslitum og deildarmeistara IR í undanúrslitum. Þannig að hér eru þau mætt. Grótta, IBVF og vonandi fáum við spennandi leik. Dómararnir já, Þorvar Bjarmi Harðarsson, Árni Snær Magnússon. Dómgæslan hér í dag verið til fyrirmyndar. Frábærir ungi dómarar búin að taka þetta að sér hérna og gera þetta stórkostlega. En Grótta byrja með boltan. Við erum að tala nú erum við að fara yfir þetta hérna eins. Margrét Birta er hérna hægra megin fyrir utan og á miðjunni, heyrðu, það er ekkert dæmt. Það er hún Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir með gegnumbrot og skilaði sér ekki markið hérna. Fá IBVF hérna með línusendingu, gott. Og það er ekkert, þeir bara sleppa í að flauta, það er bara keyrt í hraðablöp. Og hún ver í markinu. Tara Sól Úranusdóttir með fína markværslu. Í vinstra horninu erum við að tala um Selmu Björg Sigursveinsdóttur hérna í IBVF. Hólmfríður Arna Steinsdóttir hérna vinstra megin. Helena Jónsdóttir sem við kynntumst nú hérna fyrir í dag með yngra sliðinu er hérna númer 2. Eru frábær vörn hjá Gróttu hérna. Frábær vörn. Sigurlaug Sigmundsdóttir vinnur boltan. Margrét Birta. Já, á miðjunni erum við með Hrafnhildi já og svo erum við með Patricio Dúa Thompson vinstra megin. Katrín Anna hérna í hægra horninu. Og Edda Steingríms á línunni. Já, vel spilað tilbaka og milli 1 og 2. Það er Margrét Birta með gott mark, 1-0. Gott mark, 1-0. Selma og Hólmfríður hérna og Helena. Skiptum stöðu hérna, Helena kemur á og Hólmfríður og upp og yfir markið. Sigurlaug Sigmansdóttir er hérna hægra megin fyrir utan. Já, Vestmannaeyingunum. Já, fín ógnun hérna. Já, góð hreyfing og mark. Hrafnhildur Hekla með gott mark. Kemur vel á boltan. Góða vinstri, hægri hreyfingu og ekki að sögum að spyrja. Hólmfríður og Helena. Nei, ég sá þetta nú ekki. Sóknarbrot á IBVF. Línumaður liðsins Elísa Elíasdóttir sem spilaði frábærlega hérna fyrir í dag með yngra á sliðinu. Fær dæmt á sig sóknarbrot. Það er einn vinstri, Hotnamari leysir inn. Já, gólskot framhjá. Margrét Birta með viðsefnarskot. Tara Sól með frumkast.
Helena með sendingu sem að gengur ekki. Hrafnhildur Hekla. Já. Fríkast. Dómarinn eitthvað að spjalla við bekkinn hjá IBVF. Það er gott að geta rætt saman. Félagsleg hæfni er mikilvæg. Já, nú fer hún utanvert. Kemur sér í gott færi og Hrafnhildur en skýtur í liðanettið. Helena. Hún kemur upp með boltan. Sækir aftur að og misefnu sending. Edda Steingrímsdóttir tekur yngasti og trítlar inn á línuna. Margrét Birta yfir á Hrafnhildi. Þær skerma Patricio út þarna vinstra megin. Já, ágæti skot en vel varið hjá Töru. Og Helena kemur á fullri ferð og ekkert dæmt. Grótta kemur í hraðablöp og skorar. Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir. Já. Bekkurinn í IBVF vildi fá fríkast. (3-0). Júkafæsla, Hólmfríður og hotnið alveg frýtt. Já, boltinn kom og frábærlega klárað. Frábærlega klárað og það er leikmaður nr. 15, Selma Björg Sigursveinsdóttir með virkilega gott slút úr hotninu. Margrét og Hrafnhildur. Og vel spilað, þetta var bara svipað eins og áðan. Það er bara stimplað frá hægri skipti yfir á miðjumann sem kemur aftur strax tilbaka og Margrét fer á milli 1 og 2. Þetta er ekki geimvísindi stundum. Það er bara alvöru árásir, fram og tilbaka, góða stimplanir og koma á boltan. Þá færðu góð færi oft á tíðum. Júkafæsla og klipping. Hólmfríður með gólskot. Gott skot. Hólmfríður Arna Steinsdóttir með gott mark. Og Patricia. Og vel gert, skot í slá samt hjá Hrafnhildi. Það er taka hálfpartinn Patricio úr umferð, skerum hana vel af, þannig að Hrafnhildur verður að fara í árásinnar. Það er tölvöld pláss þarna, aftur og stimplar hún tilbaka og Margrét skorar aftur. 5-3, 5-2 og IBVF tekur leikli. Þær eru greinilega tilbúnar í það að IBVF myndi skerma Patricio út og eru að vinna þetta vel, eru að vinna þarna tvær saman með hjálp línumannsins sem vinnur fyrir þær og það er að opna þetta núna trekk í trekk. Það er búið að skella í Sweet Caroline í græjunum. Það er nokkuð ljóst að þeir sem ætla að fara á Final Four í Köln í lok mánaðarins að
Þeir munu syngja þetta hástöfum í stúkunni þar. Fimm, 2 eftir 7,5 mínútu. Það byrja vel Grótustelpunar. Hólmfríður og Helena. Fín vörn, inn í bolti, nei. Helena nær honum. Niður í hornið og inn. Og yfir markið. Selma Björg með skotið í markið. Patricia kemur á fullu gasi. Hrafnhildur í hornið. Og þetta vel slútað. Katrín Anna Ásmundsdóttir með gott mark. Góð sending á línuna frá Helenu til Elísu. Sex 3. Margrét, Hrafnhildur og Margrét aftur. Fer að vel gert, fer hann á milli 1 og 2. Katrín Anna, 2 í röð. Blekkir hérna varnarmanninn á glæsilegan hátt. Hólmfríður. Og ekki neitt dæmt. Helena með sendingu á Elísu sem gengur ekki. Patricia kemur upp. Hrafnhildur og Margrét. Og gólskot yfir. Sigurlaug með boltan, sækir á marki á fullu gassi og lætur vaða fyrir varnarvegginn, en IBF heldur boltanum og vel varið hjá Maríu Lóvísu Jónasdóttur. Margrét Birta yfir á Katrínu og Margrét aftur, Hrafnhildur og Patricia. Í vinstra horninu eru svo með Thelmu Rut Elíasdóttur. Nú kemur Patricia á fullu gassi, klippir inn Hrafnhildi þarna sem er stöðuð, en sendingu hornið, erfið sending en það gengur. Og aftur fer hún á milli 1 og 2. Hársbreyt frá því að ná í vítakast Katrín Anna, en fríkast dæmt. Edda tekur aukakastið og svo byrjuði að sækja aftur, hendin er komin upp. Ná, hún bara lappar í gegnum vörnina. Það var bara eins og rauða hafi opnast bara. Nú er að koma í góðar árásir. Þarna ætluðu að verjast í að hún kem ekki aftur með boltan á Margréti, en þá bara fór hún sjálf. Helena kemur í árás, reynir sendingu á línuna, þetta er text og Elísa líka hársbreytt frá því að ná í vítakast. Fríkast dæmt og guldspjald. Og Þóra Stefánsdóttir komin hann inn hægra megin, Hólmfríður upp. Það er varið, fyrsta vörninni og svo af Maríu Lóvísu. Hrafnhildur og Margrét koma hérna rólega upp og Patricia. Thelma Rut í vinstra horninu. Væntanlega kemur Hrafnhildur núna með árás. Patricia nær hann að losna úr geislunni, en það er loka.
Boltinn á Hrafnhildi, hún kemur núna í árás og tekur skotið, það er bakk undan henni og þá tekur hún bara gólskot beint yfir höfuð varnarmannsins. Kom með 4 mörk, Hrafnhildur. Já. María Veren, það er búið að dæma fríkast. Elísa. Staðan er 9-3, þetta virðist ætla að vera þungur róður fyrir Vestmannaeyingana núna. Það er ein létt júkafæsla, boltinn tilbaka á Helenu. Góð sending, frábærlega gert hjá Elísu. Hún er búin að sýna okkur það í allan dag að hún er gríðarlega efnilegu línumæður með góðar stöður sem hún vinnur sér og svo koma þær vitað að útispilararnir og koma með góða gólsendingar sem hún vinnur vel úr. 9-4, Patricia kemur á ferðinni, klippir inn, Hrafnhildi og svo í hornið á Telmu og klárar þetta. Þetta var frábærlega gert. Patricia kemur hérna í svokallaða tjekka klippingu, þar sem að vinstri skiptan klippir inn miðjumanninn sem komið þá yfir vinstra megin og opnar fyrir hornið. Ekkert dæmt hérna, þeir missa boltan, klaufulegan hátt. Tíu-4. Stefnir í einstefnu. Einstefna. Heyrðu, það er markmannsskipti. Patricia. Já, hann losta hann á gæslunni. Og það er engin önnur en Sunna Daðadóttir sem er komin inn á í markið á Vestmannaeyja liðinu hjá IBVF. Hún fór hreinlega á kostum í úrslitaleiknum áðan hjá yngra árinu og varði eins og berserkur. Það er hornkast og það er spurning hvort að Sunna nái að gefa IBVF kraft og markvörslur til að koma þeim inn í leikinn. Helena. Já. Auka kast. Brotið á Þóru Stefánsdóttur. Þóra og Helena, Hólmfríður og í hornið. Gerir þetta vel, frábærlega klárað. Stöngin inn. Rakel Oddný Guðmundsdóttir. Góður maður sagði að það væri ekki hægt að verja bolta sem fer í stöngin inn. Enda er hann þá inni. Patricia, hvað gerir hún? Hrafnhildur, nú er hann farin að bakka niður í hefðbundin 6-0 vörn. Hvað gerist þá? Hrafnhildur lappar aftur í gegnum vörnina. Það er einhver misskilningur fyrir miðju varnarinnar. Það er að vanta meira skipulag eða talanda eða verkaskiptingu. Þjálfaraparið er farið að hjá IBVF er farið að klóra sér í haustum aðeins í varnarleiknum. 12-5. Helena og Hólmfríður upp. Bang og mark. Frábært mark. Hólmfríður Arna Steinsdóttir með virkilega snoturt mark. Minka munin í 12-6. Patricia Thompson. Já, Hrafnhildur og Margrét. Koma þær í júkafæslu. Patricia kemur á fullu gassi á boltan. Auka kasta dæmt, já. Taka júkafæslu til þess að koma Patricia fá hann á fullri ferð á boltan í árás. Já, þarna náði hún einhvern veginn að tróða sér í gegnum 1 og 2 og sækja vítakast. Hrafnhildur tekur vítið og Sunna með frábær markvörslu.
Hún varði nokkuð vítisköstin fyrir í dag og með frábæra markvörslu núna. Þetta það sem þær þurfa. En þær þurfa þá að nýta færin sín. Já. Lína. Réttu dómur eins og ávallt hjá dómurum leikjana enn í dag. Hólfríður og Helena. Þær fara í stöðuskipti. Helena og niður í hornið, já. Þær að gefa hornið. Rakel að gera þetta vel. Þær eru mjög þéttar á miðsvæðinu í vörninni sinni Grótta en eru að gefa vinstra horninu gríðarlega mikið pláss og þá verður hún að taka færin eins og hún að gera og þá fær hún mörk. Patricia í árás. Já, Hrafnhildur og Telma. Já, það einhver óðagott í þessu núna hjá Gróttunni. Aukakast. Margrét, Hrafnhildur Ekla, hendinni komin upp. Hvað gerist núna? Þær fara í hornajúkan með innhlaupi á móti. Já, boltinn kemur þá breytt. Já. Sunna, hún komin til að verja. Já, góð hreyfing. En það dugði ekki til. Helena, Hólfríður með gott skot og mark. Já, þær að saksa á þetta, IBF-stelpunar, 12-8. Og Gróttu þjálfararnir, þeir vilja stoppa leikann og taka leikli. Já, fyrir áhuga saman þá Chelsea 2-0 yfir gegn Watford. Ég skila góðri kveðju til Axels Guðmundssonar. Chelsea áhugamanns. Það er gott fyrir sálina þegar Chelsea vinnur. Sem sagt fyrir Chelsea áhugamenn. Fríkastæmt. Leikmann númer 38, Sara Stefansdóttir komin á línuna hjá Gróttu. Telma, hvað dæmir hann? Hann dæmir að hún hafi farið út af, sýnist mér, innkast sem Sunna Daðadóttir tekur. Það geta minka munin núna IBF niður í 12-9. Það er bara orðið leikur ef það gera það. Hólfríður. Helena með línusendingu, gengur ekki. Og það keyrir upp. Patricia í yfirendafintuna. Aukakast dæmt. Patricia aftur á Telmu og það er markmaður á þetta. Sunna er byrjuð að verja. Hafragrauturinn í morgumat, hann er að gefa. Helena og Þóra. Helena núna línusending og hún sækir víti, sýnist mér, já. Það er Sigurlaug Sigmundsdóttir sem að
sækir þetta víti af mikilli hörku. Og Þóra Stefánsdóttir tekur vítið. Það er mark. Það er 10-9. Frábærlega gert. Þetta var þjóðráð hjá IBF að færa sig niður í 6-0 vörðina. Það eru þéttari. Hrafnhildur er á í... Hún var búin að leika sér að þessari 5+1 vörð sem voru í áðan. Á, kemur Patricia með frábær varnarleikur á Elísu. Og þar keyrir upp. Á, Þóra inn á umsjóðin, vel varið. Frábærlega varið. Hjá Maríu. Og Patricia á fullu grasi núna. Upp í loftið. Æ, þetta er skref. Hólmfríður. Helena. Þóra. Helena. Hólmfríður. Og fer í gegn. Já, og mark. Og... Frábærlega gert. Og leikmann nummer 38 hjá Gróttu, Sara Stefánsdóttir, fær 2 mínútna brottvísun á auki fyrir að hafa slegið í andlit Hólmfríðar, segir dómarinn. Það gera það núna einu færri. Margrét, Hólmfríður, Patricia, nei, Hrafnhildur segi ég. Já, og yfir, já. Heyrðu. Skeitininn, Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir með sitt 7. mark fjær skeitininn. 13-10. Það eru 2,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Júkarhreyfing. Hólmfríður kemur að fulla boltan upp á 9 metrum og mark. Það er bara veisla hérna í Kaplakrika. Frábær handbolti sem þessar stelpur eru að sína. Patricia og Hrafnhildur og Margrét. Margrét gólskot, já, yfir hausinn í fjærhornið, eða nærhornið, réttar að sagt. 4 mörk hjá Margréti. Og með eitraða vinstri hendi. Og svo niður í hornið, já. Vel gert og mark. Rakel. Rakel Otni er fjölhæfur leikmaður, hún er líka, eins og sást að fyrir dag, spilaði líka fyrir utan og er núna að gera virkilega góð hluti í vinstra horninu og fer svo beint í akkerið í vörninni, beint í þristinn með Elísu. Margrét og Hrafnhildur, Patricia, Hrafnhildur. Á, þetta var bara fríkast. Margrét. Katrín Anna í hóttinu, Margrét, Hrafnhildur, hún er í smá vandræðum handa núna, Patricia með fína línusendingu á Söru, Stefánsdóttur sem skorar, 15, 12 og 45 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Helena og Hólmfríður. Og Þóra hægra megin, að fáum við hérna Rakel alla leið yfir. Þekkt kerfi í bransanum að fá hægra hátnumanninn hlaupa svona utan á alla leikmennina og færa hann svo að lokum. Þetta er til að fippa vörnina, ruggla talninguna. Nú kemur Júkafæslan hefbundinn, Hólmfríður á fullu gasi, löngu færi og hún skorar aftur. Hún er skotföst. Nei! Margrét Birta náði hérna hörku skoti í lokin en Sunna
Besti leikmaður úrslitaleiksins hérna rétt áðan á yngra árinu, hún varði. Hálfleikur. Sjáum seinna. Jæja, áhorfendur góðir. Seinni hálfleikur. Að fara að hefjast. Grótta var hérna fyrir stuttu síðan með 12-6 fórustu, 6 marka fórustu, stemdi bara í rúst, en IBVF, það gefast ekki upp. Þetta eru sannar eiga konur og þetta er alvöru leikur framundan í seinni hálfleik. 15-13 staðan. Lykillinn af því að komast inn í leikinn, það var að færa sig úr 5+1 vörninni sem þeir byrjuði í, sem voru að skerma Patricia Thompson út og Hrafnhildur Hekla nýtti sér það mikið og Margrét Birta skoruðu það vilt til að byrja með, fóru niður í hefnum 6-0 vörn og svo kom Sunna Daðadóttir, besti leikmaður úrslitaleiksins, 4 flokk yngri hérna fyrir dag og hún er byrjuð að verja eins og gerði í leiknum áðan. Þá hafa þeir náð að nýta sér það og tikka inn mörkum og minnka það núna úr 6 mörkum niður í 2. Ef að leikurinn fer jafntefli þá verður framlengt 5 mínútur. Ef það sé ennþá jafnt, þá aftur framlengt 5 mínútur og þar á eftir svo vítakastkeppni. Koma, kemur IBVF á fullu gasi, góð sending á Elísu frá Hólmfríði. Virkilega vel gert. Elísa kom með 3 mörk. Patricia, Hrafnhildur og Margrét. Hrafnhildur og Patricia, hún er fljót á fótunum og einhvern veginn göslaðist bolti til Hrafnhildar sem nýtti sér glöfu og sótti vítakast. Sunna Daðadóttir er algjör vítabanni, hún er búin að sýna það. Hvað gerir Hrafnhildur? Hún skorar. Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir með gott mark. 16-14. Hólmfríður. 2 mínútur fyrir peysudog. Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir með 2 mínútna brottvísun. Ég sá þetta ekki, en dómarinn sá þetta. Eitthvað sem gerðist þarna þegar að væntanlega í baráttunni við Elísu á línunni. Það er júkafærsla. Boltinn yfir á miðjumanninn Helenu. Tæpur bolti þarna. Helena. Já, geggjusending á víti. Þær eru að finna Elísu á línunni, heldur betur. Helena með góða sendingu og Elísa sækir vítakast. Þóra, en frábær varsla. Marja Lovísa Jónasdóttir með frábæra markvörslu. Patricia komin á miðjuna. Og Tinna Brá Magnúsdóttir er komin í vinstra megin í Hrafnhildur er að takka boltan, já, hún tók hann. Patricia og Tinna, já. Þetta er 2 mínútur. Skólabókadæmi beina andleiki í vörn.
þegar að leikmaður er í lofti. Það er tvekja minna brottvísun. Strake arma, eins og þú myndir segja það í Noregi. Tinna og Patricia. Góðskot. Gólfiðinn. Það er erfitt að verja á boltanum sem farið í gólfið fyrir framan mannmanninn. Patricia Thompson með gott mark. Já, opna hornið, galopna hornið. Frábærlega gerð. Það er Rakel Oddný Guðmundsdóttir er frábær að klára færin. Hoppar langt út í teiginn og nær að teygja hendina í viðbót og hamra hann í ferrótið. Patricia utanvert. Já. Þau dæma fríkast. Þær eru fljótar að hjálpa þegar hún kemur í árás. Vitan hún er öflug á löpunum. Já, klipping. Hrafnhildur komin inn núna, hún fer alla leið í gegn. Hún er ótrúlega góð að finna glufurnar. En Sunna verð. Hólmfríður á fullu gasi. Helena og Þóra. Hvað gerir Helena? Þóra. Já. Hólmfríður utanvert en komin í skrefin og fríkast hann. Já, var í stöðuskipti og innleysingu í leiðinni. Nei, ekki innleysingu, það var bara færsla línum hans. Skot framjá hjá Helenu. Hrafnhildur kemur upp á vanginn á Patricia, hún fyrir utanvert þarna, það er pottþétt, já, en hún ver. Elísa missir boltan, nei, jú. Það er varið. María Loisa með góða vörslu. 17-15, tæplega 30 mínútur liðnar af leiknum. Sem gerir 20 mínútur eftir. Það er spilað tvís og sinnum 25 mínútur í fjórðaflokki. Margrét, Hrafnhildur, Patricia. Já, hún gefur merki cross. Það er mæntalega klipping á leiðinni. Nei, já, það er Hottajúki. Já, og hún fer bara á þetta. Sunna, og hvað kemur með sendingu núna? Eins og, nei. Hann langaði að taka sendingu fram, en það var enginn til að grípa. Já, góð sending í hornið frá Helenu og Þóra sem er komin í hornið. Þóra Stefánsdóttir. Það er í tísku að kalla svona leiki naglbít. Er þetta naglbítur? Ég veit það ekki. Það stefnir í það. Ég veit ekki hvað þýðir, en við bara köllum það. Já, góð vörn hjá Elísu. Sending fram. Nei, þetta gengur ekki. Og María. Það er boltanum. Já, þar skilja hann eftir. Hrafnhildur og milli 1 og 2. Og víti. Alveg klárt víti. Hornamaðurinn stytt sér leið. Og verslinn að Tex. Margrét Birta, gríðarlega áræðin hana. Það er bara málið. Ef þú sér glufuna, voru að keyra á fullu krafti, þá ert að uppskera. Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir á vítapunktinum. Hann steinleikur 18-16. 8 mörk hjá Hrafnhildi. Það er ekki slæmt að vera með 8 mörk. Sigurlaug. Já. Já, Helena, Sigurlaug. Helena aftur. Reyna að tróðina línuna, gengur ekki, en þær fá aukakast. Margrét Birta vildi fá að halda boltanum. Dómarinn sá eitthvað athugavert. Hólmfríður.
Já, þetta er komið skref. Já, fríkast á undan samt. Mikið rétt. Dómararnir með full tök á þessum leik. Hendin komin upp. Júkahreyfing. Hólfríður. Patricia mæti. Þóra. Það er að fá að sendingar eftir. Hún var að skjóta held ég. Já, vel var ég á Maríu. Voru mjög öflugar þarna í þessari vörn. Grúttstelpur. Telma í hóndinum. Margrét, Rafnhildur, Patricia, Rafnhildur og það dæmir ólulega hindrun á Eddu. Dómarinn dæmir ólulega hindrun. Nú hefur hann líklega notað hendurnar á mikið. Og Rakel, þvílík varsla. María Lovísa er heldur betur að komast í gang. Komið 9 bolta varða. Patricia á Rafnhildur, Margrét, og Katrín í hotinu og Telma í hinn hotinu. Og Telma Júkahreyfing með innleysingu og hún er aftur en næra að lenda þessu. Já. Já, Katrín, Margrét, utanverð, kraftur í þessu. Og þarna hefði hún hársbreytt frá því að sækja vítið. Þetta tekur í fríkastið. Þetta var erfitt skot. Og Helena grimman á boltanum. Og Sigurlaug, fótur eða fríkast. Fríkast. Og stoppleikur. Sigurlaug og Helena og það er Júkahreyfing og Rakel er núna komið í skýtustofuna og Helena geggja mark upp og niður í nær. Katrín, nei hún María var í réttu horni en það duði ekki til. Patricia, Rafnhildur. Já, vel gert, frábært gegnumbrot. Hann segir hann hafi stigið niður á hann skoti, þannig að það er vítakast. Hún tekur það sjálf. Hann útskýrir handboltareglunar fyrir Rafnhildi. Hún sættist á það, gerir sig klára og það er varið. Ekki fyrsta vítið. Heyrðu. Og hún skorar, hún Telma úr hotinu. Þetta var gott mark, hafði smá hefnina með sér, en mark er mark. Það er Júkahreyfing, Sigurlaug, fer í gegn. Já, Þóra, vel gert, skýtur á mjöðmina. Þóra kom með 3 mörk. Patricia sækir á Rafnhildi. Margrét. Þær eru þétta núna. Þær eru ekki komist í gegn. Oj. Það kemur Birta. Margrét. Birta. Fær hann að högg. En það eru jaxlar hann út af nesi. Hafgólan gerir sitt og það er svona hálfgjörn klipping. Þetta var erfið sending, línmaður er ekki klár. Þóra ein í hraðablöfi og þetta er inni, er það ekki? Jú! 19. Þessi leikur er í þvílíku játtunum. Þannig 19.
Hann er mun skemmtilegri heldur en fréttatími 1919 hérna á Stöð 2 árið. Það Páll Magnússon stjórnaði umferðinni. Margrét, Hrafnhildur, Patricia. Klipping, Hrafnhildur, mynd 1 og 2. Og það er stöngin. Kemst í dauðafæri en setur boltan í stöngina. Og IBVF getur komist yfir. Þvílík endurkoma. Hólmfríður, hún er að hitta en ekki núna. Á að trölla frákast þarna hjá Katrínu, gríðarlega mikilvægt. Patricia. Þetta Já, hann breytir dómnum. Þetta er rétt. Þetta er 2 mínútur og fríkast. Hann ætla að innri dómarinn vildi ekki dæma á þetta en ytri dómarinn tók völdin. Ég held ekki að segja rétt miðað við þetta sjónarhorn sem ég er með. Patricia. Júkarheyfing með innlaupi á móti. Stóli bolti, vel lesið. Helena, nei, Rakel. Það er boltan í fótinn. Óheppinn hana. Frábærlega lesið. Það er handboltagreind í þessu stelpum. Patricia. Hrafnhildur. Góð sending. Hólmberg. Katrín Anna Ásmundsdóttir með ágætis færi. En Sunna Daðadóttir. Mér vel. Sunna kemur með í sóknina. En eru einu færri. Þá er gott að hafa Sunnu á miðjunni. Setur í kerfi væntanlega. Hólmfríður skorar. Nítján, 20. Það var líka magasín þáttur, fréttir og meira til í gamla daga á Stöð 2, 1920. Hrafnhildur, og aftur les hún þetta. Þetta er Helena núna sem stilur boltanum. Ein á auðu sjó og hún skorar. 2 marka forusta. Þeir eru dýrir í sér töpuðu boltar. Enn og aftur. Handboltalestur 101. Á að kenna þetta í framhaldsskólum. Margrét Birta með góðskot. Þetta var tekið, krafturinn var tekinn í vörninni og Sunna áttu í auðvöld. Var þetta auðvöldlega. Hún er komið með 10 bolta. Samkvæmt kynni leiksins Gjalli Mikaelsinni. Helena og Hólmfríður. Og að vera tróðin á línu, þetta var klaufaskapur á hvað þetta líka. Klaufaskapur og klaufaskap ofan. Sigurlaug Sigmundsdóttir hægra megin. Hólmfríður losa boltan á línuna. Elísa í harðri gæslu. Patricia Thompson með fína vörn. Hólmfríður aftur í hornið. Freka þröngt en já, þetta var Selma Björg í bóskalega þröngu færi. Og María Lovísa verða glæsilega. Grótta þar mark.
Það eru 9 mínútur eftir. Það er í erfiðleikum að skora núna. Það eru búin að skora. Já, komin í skrefin. Það eru bara búin að skora 4 mörk í seinni hálfleik. Það ég held. Skoruðu 15 fyrir. Það er hornamaðurinn leysir. Patricia fer utanverk. Skýtur í stöngina. Sigurlaug kemur. Þær eru. Nú þurfa þær bara að spila sæmilega langa sókn með skynsemi. Hún selur sig hérna, hún Rafnhildur, þannig að það eru komin í yfirtölu en það ná ekki að nýta sér það. Hún fríður upp og í vinkilinn fjær. Sú getur bombað. Það er bara bombaði fjær upp í skeitin, þá er það yfirleitt mark. Leikli hjá Gróttu, 19-22. Átta mínútur eftir. Grótta þarf mark ef þeir ætla að halda sér inn í þessu. Margrét Birta. Rafnhildur fer í gegn og hún grípur boltan. Sunna Daðadóttir. Frábær markvörður. Helena, gólfiðinn, þær er að sigla þessu heim. Silvespanea, Patricia í árás, Rafnhildur, aukakastæm. Rafnhildur í gegn og mark. Þeir eru á lífi, það er 20-23. Það er nóg eftir ennþá. Rafnhildur Hekla með 9 mörk. Hólmfríður. Fríkast. Helena á miðunni. Hólmfríður koma í stöðuskipti. Helena í árás. Reyna að finna línumannin og einhvern veginn gerur það. Elísa. Það er svo sem er sogskálar á fingrunum. Ríkalega dýrmætt mark fyrir IBVF. Rafnhildur, Margrét. Þær vinna boltan. Og Raðblöð og mark.
Selma Björg Sigursveinsdóttir er að fara langt með þetta. 5 mínútur eftir, 5 mörk. Það er einungis í 5% leikja svoleiðis Foresta náist samkvæmt tölfræði á svona stundum tíma. Ef það halda út þessa vörn IBF þá held ég þessu búin að loka þessu. Rafnhildur fyrir að prjóna sig í gegn. Fríkastæm. Þær eru þéttar, þær verða að vinna á breiddina, Gróttustelpurnar. Hún fær ekki fríkastið, hún Patricia. Ekkert dæmt, boltinn yfir. Fjórar mínútur og 15 sekúndur eftir. Helena með erfitt skot og Vilvari á Marju. Patricia keyrir, þær verða að keyra, þær verða að fá mark. Já, en hún er í vandræðum. Hólmfríður með góða vörn. Edda, Rafnhildur og Margrét og Katrín. Enn og aftur nær vörnin að taka kraftinn úr þessu. Sunna Ver fram á Þóru. Og þetta er búið. Ég er fullur það, þetta er búið. Fimm mörk hjá Þóru. Það er byrjað að fagna í stúkunni. Númer 3, Sunna Daðadóttir með sitt 14. skot varið. Sunna með sitt 14. skot varið. Og Grótta er ekki að ná góðum skotum á markinu núna í síðustu mínúturnar. Helena með ágætis sendingu í hornið en gengur ekki lína dæmt. María, nú keyra þær upp. Og út í hornið og enn Verún og Telma framhjá. Númer 3, Sunna Daðadóttir Borg með sitt 15. skot varið í dag. Tvær mínútur eftir rúmar. Rakel með ágætis árás, aukast dæmt. Þóra, Helena, Hólmfríður, Helena, Þóra. Þetta er að skelli, Mjó. Það er línusending. Frábærlega gert hjá Elísu. Númer 15 með sitt 5. mark, Elísa Elíasdóttir. Elísa með 5 mörk. Rafnhildur kemst í gegn og skorar. Minnka muninn í 21-27. Og lítið og seint. Klukkan 4 fáum við leik Gróttu og IBVF. Við 4 flokk kvenna. Hér að bylla. Það er mark. Númer 20, Hólmfríður skorar. með sitt 9. mark í dag. Og gull tryggir þetta. Það er sigurhátíð á böllunum. Það er staðið upp, það er klappað, það er stappað.
frábærlega stelpunnar frá IBF í þessum leik eftir mótlæti í upphafi leiks. Þetta er búið. IBF klára titilinn sannfærandi með 7 marka sigri. Við óskum IBF innilega til hamingju með sigurinn, en við skulum gefa Gróttu gott klapp. Við leyfum myndunum að lifa. Þið fylgist með fagnaðarlátunum. Til hamingju IBF. Og þökkum Árna Snæ Magnússyni og Þorvald Bjarna Harðarson fyrir frábæran dómaraleik í dag. Kjartan. Passa liðilega með út. Og hann að sækja liðið Gróttu, Kjartan. Og þá ætlum við að tilkynna mann leiksins. Og hún er í IBF með 9 mörk, nr. 21, Hólmfríður Arna Steinsdóttir. Og ætlum að biðja hana að fara på pall. Gefum henni gott lag. Og nú ætlum við að biðja silfurhafa Gróttu að koma upp á pall. Gefum Gróttu gott lag.
Við skulum gefa Gróttu gott lag. Og þá komið að Íslandsmeistarunum.